Kæru áhorfendur, velkomin aftur í samtal ASÍ við formenn flokkana. Við erum að bjóða hérna til okkar á miðvikudagsmorgnum formennum þeirra flokka sem eru að bjóða fram á landsvísu og mælast inn á þingi. Píratar reyndar ekki með formann flokksins, en hér er formaður þingflokksins sem Halldóra Mogensen. Hjartanlega velkomin. Já, takk. Og tilgangurinn er náttúrulega að fá bara að félagar í aðildarfélögum ASÍ og almenningur allur verði einhverju nær það hvaða áherslur þeir munu leggja í framhaldinu og hver svona ykkar hugmyndafræði er. Já. Út frá svona því ákalli sem ASÍ hefur sendt út til flokkana brýnustu málin og okkar mati. En við líka gefum fólki tækifæri til þess að senda inn spurningar og það er alveg ljóst hvaða spurningar snerta launafólk og varða Pírata. Það er spurningin borgarlaun sem þið hafið talað mjög mikið fyrir og þú sérstaklega. Nú er svona ákveðin hugmynd að borgarlaun, ef að borgarlaun verða á línuna, að þá muni allt annað hækkað húsnæðisverð og svo framvegis. Þannig að þetta er alltaf spurningur hvað færðu í vasan og hver er útgjöldin. Já. Og borgarlaun ég fyrir mitt leyti lendi alltaf í framfærslu tryggingu og við erum náttúrulega með hana í gegnum velferðarkerfi okkar þó að töluvert betur með ég duga skal þar. Hvernig hugsið þið borgarlaun? Það er, mér finnst líka bara dálítið gott að hugsa þetta út frá þessari framfærslu tryggingu út af því að við erum með almannatryggingakerfið. Vandinn með almannatryggingakerfið sem er það að það er bara svo ótrúlega flókið og það er svo ótrúlega ógagnsætt og ólýðræðislegt út af því að þarna er kerfi sem að fólk bara þarf að treysta bara yfir afkomu sinna af og það verður að geta skilið hver réttindin þeirra eru inn í því kerfi og það er bara nánast óskiljanlegt í kerfinu, í flækjustíginu eins og það er í dag. Þannig að ef við getum til þess hort á það og horti þess að draga úr eða bara afnema þessar skilyrðingar sem eru í kerfinu og skerðingar, þá ertu í raun og veru komið með borgarlaun. Það er líka hægt og mögulega er það bara gott skref til þess að fara í átt að borgarlaunum er bara að byrja bara að draga úr þessum skerðingum og draga úr þessum skilyrðingum og það snýst allt það að ef við ætlum að fjárfesta skynsamlega í framtíðinni þá verðum við að fjárfesta í fólki og við verðum að tryggja það að við sem að setja resursana í hendurnar á fólki til þess að þá getum við verið að byggja upp einhvern veginn samfélagi frá grunninum upp, frá fólkinu og upp í staðan fyrir þessi hugmyndum að sé alltaf þessi brauðmóla kenning að einhvern veginn að ef við styrkjum við og styðjum endalaust við fyrirtækin að það sé fólkinu til góðs sem að það sannarlega er og það einhvern veginn seytli alltaf niður til fólksins að við séum að hugsa þetta frekar út frá grasrótinni, einhvers konar grasrótarhagkerfi sem að seytlar upp og það er með þessu fjárhagslega öryggi, þessu efnahagslega frelsi sem ég kalla sem borgarlaunin myndu þessi grunnframfærsla, skilyrðislega þessi grunnframfærsla myndi tryggja að þá ertu að skapa þennan sveigjanleika fyrir fólk til þess að feta sig áfram til dæmis á núna mjög ótraustum vinnumarkaði og skapa eitthvað nýtt út frá sínum þörfum og út frá sinni ástríðu líka. Þannig að þeir eru farin að horfa frá því að borgarlaun fari bara flatt á alla hvort þú ert á vinnumarkaði ekki og í það að vera í afkomutryggingu þannig að þér er alltaf tryggð einhver afkoma hvort sem þú ert á vinnumarkaði ekki eða hvað. Ég held að það sé góð leið til þess að hugsa þetta og ég vil bara ítreka það að ég var alltaf með þingsályktunartillögu þess efnis sem við færum í þá vinnu að kortleggja leiðir á Íslandi sem að samræmast einhvern veginn íslenskum veruleika og til þess að skoða hvað væri besta nálgunum fyrir okkur út af því það eru ótrúlega margar nálganir eða útfærslur á borgaralaunum víðs vegar um heim. Það var aldrei farið í þessa vinnu þannig að það á eftir að fara í þessa vinnu og þetta er til dæmis ef við myndum komast í ríkisstjórn þá var þetta það fyrsta ég myndi vilja setja þetta bara fyrsta verkefnið að fara í þessa vinnu og kortleggja þetta. Það var erfitt að ræða nákvæmar útfærslur án þess að vera að hafa farið í þessa vinnu en önnur leið til þess að horfa á þetta er bara út frá þessum persónuafslætti sem við höfum, það kerfi sem við höfum í dag er að það væri hægt að greiða út ónýttan persónuafslátt og hækka það upp í einhvers konar skilgreinda grunnframfærslu í skrefum. Það væri önnur leið til þess að fara að þessu en auðvitað snerist þetta alltaf það og borgaralaun hafa alltaf snúist það hvort sem þú greiðir öllum einhverju upphæð og fær svo tilbaka í gegnum skattkerfið eða greiðir fólki bara þá upphæð sem það þarf
þú veist, með þessum neikvæða tekjuskatti eða persónuafslættinum, þá snerist þetta aldrei það að fólk sem á nógu peningum sé að fá þennan pening, það væri alltaf að greiða þetta tilbaka í gegnum skattin. Þannig að þetta væri alltaf bara að fara til þeirra sem þurfa á þess að halda. Þannig að við endum í rauninni alltaf á sko skattkerfinu sem tilfærslukerfi Já. Og velferðarkerfinu að styrkja það, hvort það heitir almannatryggingar eða hvað, Já. einfalda það og tryggja afkomu fólks. Í raun og veru þá gætum við bara hortið þess, ég sé fyrir mér að við gætum hortið þess algjörlega að taka flækjustig út úr velferðarkerfinu og bara hortið þess að vera að greiða fólki þá í gegnum skattkerfið eða út beint, bara þessa skilyrðislausu grunnframfærslu og en þú veist, þá þyrftum við líka að taka allt skattkerfið í endurskoðun sem að þarf að gera hvort þið með allri tæknivæðingunni og bara nútíma samfélag það ákall það við þurfum að endurhugsa skattkerfið okkar til þess að nýta það betur í breyttum heimi. Hvað ertu að tala um? Til dæmis þessi hugmynd með hvernig við erum að sjálfvirknivæða störf núna í miklu meira mæli, þannig að fólk að missa störf, þá launin ekki að fara á sama hátt úr fyrirtækinu að greiða laun til starfsfólks sem þú veist, bara mikilvægur hluti af hagkerfinu, hvort að við þurfum að fara að skattleggja tæknina á einhvern hátt, skattleggja róbotana. Þetta eitthvað sem verið að ræða og rosalega mikilvægt að við ræðum og hluti af þessu mikilvægi skattkerfisbreytingum og líka bara hvernig við erum að orðin svo glóbal eða hvernig fyrirtæki farin að flytja og fá starfskrafta erlendis frá og við þurfum bara að hugsa hvernig ætlum við að koma í veg fyrir að fólk sé að fara með peningar sinni í skattaskjól og taka út úr hagkerfinu hér og fara með erlendis og aðri hlutar sem hafa bara með þessar mikilvægi breytingar og hvernig við þurfum að horfa heildrænt á skattkerfið og endurhugsa það bara út frá breyttum tíma. Nú svolítið erfitt að staðsetja stundum Pírata á rófinu hægri vinstri. Vinstri fyrir mér svona, þú svona greiðir þar sem þú ert aflögu fær inn í kerfið og fólk fær út úr því eftir þörfum. Mundirðu segja að Píratar væru vinstri sinnar þegar kemur að skattkerfinu? Ég myndi segja að við værum velferðarkerfinu? Ég myndi segja að við værum félagshyggjufólk og félagshyggjuflokkur út af því að við gerum okkur alveg grein fyrir því að við erum meira heldur en bara eitthvað samansafn af einstaklingum, þú veist, við erum samfélag og manneskjan hefur gríðarlega, þú veist, við erum hópdýr, við erum félagsvera og við erum gríðarlega mikla þörf á tengslum og að geta móta og mynda heilbrigð tengsl. Þetta bara við sjáum hvað þetta skiptir miklu máli bara upp á geðheilbrigði, upp á fólk sé ekki fara út í neyslu, upp á áföll og annað, hvernig við vinnum bara að líkamlegu og andlegu heilbrigði. Þannig að það ótrúlega vont að vera komin í þá átt sem svona mikil misskipting í samfélaginu. Hvernig getum við réttlætt það að einhverjir, þú veist, eigi allt og mikið og aðrir eru bara, þú veist, eigi ekki fyrir grunnþörfum manneskjuna sem bara húsaskjól og mat og fæði og klæði og annað. Þannig að við erum ótrúlega, við erum félagshyggjuflokkur og þetta skiptir okkur gríðarlega miklu máli að líka sjá það hvernig samfélagið að breytast ósjálfrátt út af tækniframförum og öðrum framförum, að þá Píratar svona flokkur sem vil horfa til þessara tækniframfara, skilja hvaða áhrif þeir munu hafa á samfélagið og reyna að aðstoða með að löggjöfin sé dálítið að grípa inn á réttum tíma en við séum ekki alltaf svona eftir á. Við verðum dálítið að leiða þessa breytingu þannig að við séum að stefna í átt sem samfélagslega sáttum og við séum að fara í. Það var nú sennilega sjaldan samfélagslega sátt í pólitíkinni en einhvað sér. Þú talar um húsnæðismál sem náttúrulega eitt af stærstu málunum sem eru núna og við höfum sagt það mjög skýrt hjá Alþýðusambandinu að veið þeim flokki sem ætlar að skila auðu í húsnæðismálum í komandi kosningum. Hver stefna Pírata þar? Ég viðurkenni alveg að við erum bara, það engin beint stefna Pírata. Við erum ennþá að vinna að kosningastefnum og við erum eftir að gefa það út frá okkur hverjar okkar svona kosningaáherslur og stefnur verða. En húsnæðismál verða þar alveg pottþétt og við erum alltaf að tala fyrir því, þú veist, þetta svona grunnþarfir manneskjunnar að vera með þak yfir höfuðið. Og við verðum að tryggja það og mér finnst líka rosalega mikilvægt að við förum meira út í að skoða, þú veist, óhagnaðardrifin leigufélög til dæmis
óhagnaðardrifin félög og félagslegar íbúðir út af því að við verðum einhvern veginn að vega á móti þessu hagnaðardrifna batterí sem í gangi núna sem að taka all verð, ég meina það allt og dýrt að kaupa núna, það allt og dýrt að leiga. En þú veist, það er hitt vandamálið að við verum líka að horfa til þess að ekki bara neyða alla inn á það að fara að kaupa sér húsnæði, heldur að skapa leigumarkað sem er eðlilegur, þannig að fólk hafi raunverulegt val. Það er fullt af fólki sem að mynda alveg kjósa frekar að vera á leigumarkaði heldur en að kaupa ef að leigumarkaðin væri eðlilegur. En hann er ekki þannig núna og mér finnst vont að vera að neyða fólk inn í að skuldsetja sig til þess að kaupa sér húsnæði sem kannski hefur ekki getu til þess eða áhuga til þess heldur. Þannig að þeir vilja efla félagslega húsnæðiskerfi og hverfa frá þeirri stefnu að láta markaðinn sjá hérna húsnæðisöryggi landans. Mér finnst það augljóst að það tilraunaverkefni hefur feilað og við sjáum það núna og þá hljótum við að geta farið farið í aðra átt þegar við sjáum að eitthvað er svona augljóslega ekki að virka. Nú talar velferðarkerfið og það þarf að tryggja það og þá erum við náttúrulega ekki bara að tala afkomu fólks og öryggi, heldur líka heilbrigði og þegar við notið töluvert í ykkur heyra varðandi heilbrigðismál og viljið náttúrulega skilgreina til dæmis fíknisjúkdóma sem heilbrigðismál og svo framvegis. Ein af svona stóru svona togstreitunum núna í pólitíkinni er einmitt heilbrigðismál. Hversu mikið á að vera á vegum hins opinbera, hversu mikið á að einkavæða og svo framvegis. Við höfum gagnrýnt það mjög mikið að einkavæðingin að hún leiðir yfirleitt til lakari launakjara, verðmennta fólk inn á einkareknum hjúkrunarheimilum til dæmis. Hjúkrunarheimilin verða náttúrulega gríðarlega stórt pólitískt viðfangsefni í framtíðinni. Hvernig er svona stefna Pírata í þessu málaflokki, í heilbrigðismálum? Sko, við höfum alltaf talað fyrir því að þótt að við séum alveg hlynnt svona fjölbreyttum rekstrarformum að ekki beint einkavæðing, heldur, þú veist, einkarekstur er allt í lagi en það sem okkur finnst skipta... Ég stundu tala arðavæðingu. Já, nei, það er náttúrulega, þú veist, grunnhugmyndin er þessi, það á enginn að græða pening á veikindum fólks. Það er algjörlega rangir hvatar til staðar ef það er þannig. Þannig að við verðum mér finnst að heilbrigðiskerfið er eitthvað sem á að vera, það á ekki að vera hagnaðardrifið. Þannig að þótt að það séu fjölbreytt rekstrarform, að þá þarf það ekkert að vera þannig að fólk sé að taka arð út úr fyrirtækjunum og græða á þessu á einhvern hátt. Ég held að það myndi bara skapa ranga hvata. En við höfum þá stefnu að tryggja það að heilbrigðiskerfið sé aðgengilegt öllum, það er að segja að það sé bara ókeypis, að við höfum ekki þurfa að greiða fyrir heilbrigðisþjónustu og það er alltaf stefnan að fara í þá átt. Og augljóslega þarf að setja miklu meira fjármagn í heilbrigðiskerfið, þótt að mér persónulega finnst heilbrigðisráðherra hafa staðið sig vel í því hún er búin að lyfta grettistaki í heilbrigðismálum, en það tekur meira heldur 4 ár að rétta af það skemmdarverk sem er búið að vinna á heilbrigðiskerfinu síðan bara og í raun og veru fyrir hrun. En hrunið tapið sem varð í hrunið því var aldrei bætt upp. Það var bara einhvern veginn gengið út frá því að fólk ætti að hlaupa hraðar. Og það hefur ekki gengið og fólk er að brenna út í starfi og heilbrigðiskerfi sjáum það að það er ótrúlega margt sem þarf að laga. Ég held að við séum alveg á réttri leið og ég sé ekkert að Pírata myndi fara í neina kollsteypu þegar kemur að heilbrigðiskerfinu. Myndum bara halda áfram því verkefni að rétta það af og tryggja það að fólk fái hér góða heilbrigðisþjónustu. Nú veit ég að þú ert eftir að svara þessa spurningu alveg rosalega oft í komandi kosningabaráttu. Ég ætla samt svona að falla í þá freistingu að spyrja hana. Með hvaða flokkum sjáið þið ykkur svona samsæður þið ykkur best í þeim verkefnum sem þið leggja áherslu á til framtíðar? Þú veist, þetta er dálítið erfitt. Við höfum talað hvaða flokka við getum ekki unnið með og við höfum verið mjög skýr alltaf bara frá upphafi með það að sjálfstæðisflokkurinn við bara treystum þeim ekki fyrir völdum. Þetta er flokkur sem fer illa með, þau hefur ekki farið vel með samstarfsflokkana sína og þau hefur bara sýnt það, trekk í trekk að þeim ekki treystandi fyrir völdum og þótt að við séum til í, þú veist, Píratar eru til í að vinna með öllum flokkum en við förum ekki í valdasamstarf með hverjum sem er. Þannig að við höfum útilokað sjálfstæðisflokkin og við höfum líka útilokað miðflokkin og því miðflokkurinn er stjórnlyndur íhaldsflokkur.
og við erum frjálslyndur félagshyggjuflokkur, þannig að það bara einhvern veginn svona meikar Frjálslyndur félagshyggjuflokkur. Það meikar engan sens að við séum að fara að vinna með þeim. En við erum náttúrulega opin fyrir því bara með öðrum flokkum. Það fer allt eftir því hvort að flokkar geti unni saman og hafi svona þessa grunnhugsun, grunnhugmyndafræði það að við viljum skapa hérna einhvern veginn bara svona velsældar samfélag þar sem að við getum deilt í sameiginlegri velmegun, þessi hugmyndir að við þurfum að fara að breyta hagkerfin okkar frá því að vera einungis með fókus á hennan endalausa hagvöxt, heldur að fara að fókusera á hvað það sem að skapar velsæld í samfélaginu, hvað það sem tengir okkur betur sem mannfólk og bara gerir það verkum að fólk getur farið að athafna sig út frá sínu eigin ástríðu og bara út á sínum eigin forsendum. Þeir flokkar sem geta saminast með okkur það gríðarlega mikilvæga verkefni og líka bara að undirbúa samfélagi fyrir þessa tækniþróanir sem við erum að ganga í gegnum. Ég held að það séu flokkar sem við getum unnið með. Við höfum stundum talað réttlát umskipti. Það að segja þetta breytingaferli sem að vinnumarkaðurinn að fara í gegnum með tæknibreytingum og svo framvegis, að það þurfa að semja sig niður á það, hvernig að skipta þá þeirri framleiðinu aukningu sem verður með aukinni tæknivæðingu og fólk verð þá út af vinnumarkaðnum. Eru þið ekki búin að pæla í réttlátum umskiptum? Just transition eins og þetta er kallað í alþjóðlegu. Ég held að það sé bara stór hluti af öllum þessum hugmyndum með borgarlaunin, með breytt hagkerfi. Við höfum líka mikið talað menntakerfið og þörfin á því það þarf aðeins að uppfæra menntakerfið út frá þörfum framtíðarinnar, en það líka þessi hugmyndum, það gríðarlegar breytingar í gangi í samfélaginu okkar og við einhvern veginn núna getum ekki á einhvern miðlægan hátt séð fyrir hvaða sem að samfélagið mun þurfa á að halda í framtíðinni þegar kemur að störfum og öðru. Þannig að þess vegna er svo mikilvægt, finnst mér að við séum að hugsa að gera þetta í staðan fyrir þetta sé svona top down, afsakið ensku slettina, að þá sé þetta meira svona frá grasrótinni og upp og þess að skiptir svo miklu máli að valdefla einstaklingana, bæði líka valdefla einstaklingana gagnvart sínum atvinnurekendum. Á hátt sem að einstaklingar hafa meira valfrelsi til þess að raunverulega velja störf og því að þú hefur þetta efnahagslega frelsi þá hefur hann sveigjanleika og þetta leverage þegar þú ert að semja við þín atvinnurekanda laun og annað og bara starfsumhverfi og annað. Þannig að það eru gríðarlega breytingar í gangi og við sjáum bara þennan fókus á valdefla einstaklingin til þess að við getum skapað eitthvað nýtt og farið að búa eitthvað til spennandi fyrir framtíðina. Nýsköpun, menntun, störf. Já. Hvað nú náttúrulega erum við á svolítið svakalegum tímum með atvinnuleysi. Og við erum náttúrulega með alls konar úrræði í atvinnuleysismálum. Við erum með náttúrulega atvinnuleysistryggingar til þess að tryggja það að fólk hafi einhverju lágmarksframfærslu. Svo erum við með hefjum störf átakið það sem er greitt með fólki í störf. Við erum með menntaúrræði og svo framvegis. Hvernig sjáu þið hvernig við getum verið með metnað í því að útrýma atvinnuleysi? Því að núna segja stjórnvöld að það veri 5% landlægt atvinnuleysi næstu árin sem að við sættum okkur sjálfsögðu ekki við. Hvernig sjáu þið fyrir ykkur að vinda ofan þessu? Ég hefði viljað sjá okkur með atvinnuleysisbótunum. Ég hefði viljað sjá okkur greiða hana út skilyrðislaust. Þótt ég átti mig á því að það er kannski ekki atvinnuleysisbætur lengur. Þegar við erum að skoða það. Ég hefði viljað sjá þetta sem fjárfestingu. En virkni. Já, fjárfestingu í fólki til þess að virkja sig. Það er nefnilega málið. En þá ertu komið skilyrði? Nei, út af því að ég held að það þurfi ekki skilyrði út. Ég held að þetta myndi hafa því áhrif að fólk myndi virkjast. Án þess að þú setur skilyrði að það þurfa að vera með virkni. Það er í eðli okkar að vera virk. Flest okkar vilja láta gott á okkur leiða þegar kemur að samfélaginu og hafa áhuga á því að vera virk. Við sjáum það bara á magna fólki sem er að vinna alls konar sjálfboðaliða vinnu og annað. Við sjáum það á tilraunum með borgaralaun að virknin, hún minnkar ekki. Þannig að ég hefði viljað sjá okkur fara þá leið og líka bara tryggja það að fólk hafi aðgang að menntun og það skiptir gríðarlega miklu máli að við tökum betur utanum námsfólkið okkar sem er að missa hlutastörfin sín og annað og á ótrúlega erfitt með að fjármagna sig núna
en við erum einhvern veginn ekki að hleypa þeim á atvinnuleysisbætur. Þú veist, þannig að ég hefði viljað sjá okkur taka betur utan alla, þannig að fólk væri ekki svona að detta einhvern veginn á milli kerfa og sjá fram á enga framfærslu, þurfa að hætta í námi og annað, að við setjum bara fókus á það að valdefla fólk með því að tryggja þeirra grunn framfærslu, og því ég sé fyrir mér að það myndi skapa fullt af nýjum störfum sem við bara höfum ekki hugmynd að einu sinni væri option. Það svona... Ég var eiginlega búin að lofa í lokaorðum og ég held að það sé runnin út af tíma. Ég held að þetta hafi bara verið mín lokaorð. Ég vil að við fjárfestum í fólki, ég vil að við, út af því að það fyrir mér er fjárfesting í framtíðinni. Og við gerum það með breyttum áherslum í hagkerfinu okkar og við gerum það með því að dreifa eða tryggja skilyrðislausa grunnframfærslu fyrir fólki í landinu til þess að auka virkni. Takk fyrir það. Takk fyrir komuna. Takk.